Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og stjórnandi hlaðvarpsins. Áður en við vindum okkur í þætti dagsins, þá vil ég þakka þeim sem gera þetta mögulegt. En mínir kæru samstarfsaðilar sem styðja við bakið á mér og bæði með trú, eldmóði og samvinnu sem skiptir öllu máli. Af því að án þeirra þá væri þetta verkefni ekki það sama. Þannig að mér langar bara að þakka þeim fyrir að standa með mér í þeirri vegferð, að dreifa heilsu, innblæstri og fróðleik til ykkar hlustenda. En samstarfsaðilar mínir eru Spíran, Heilsuhillan, Virkja og Geosilika. En mér langar að byrja því að nefna Spíruna, sem að ég svo heppin að vera í samstarfi við og það nú á matseðli sumarsalat heilsuerlu sem að enginn má missa af. Síðan það Heilsuhillan sem að í eigu Artasan og Astaxanthin heilsuvara maímánaðar og ég mæli heilsugar með að taka Astaxanthin núna sérstaklega þegar sólin farin að skína. Hún svona ég ekki að grínast með munin. Ég tók Astaxanthin, byrjaði að taka fyrir nokkrum árum. Maður fær bara miklu fallegri lit á húðina og brennur síður, en ekki samt gleyma sólarvörninni. Síðan það Virkja og Virkja markþjálfunarskóli, þar sem að ég á svo ótrúlega, ég á þeim svo mikið að þakka og ég að segja ykkur að hlaðvarpið orðið ennþá betra af því að ég lærði markþjálfunarnám þar og bara, finnst mér duglega að hlusta á innsæið mitt og spyr betri spurninga. Ég get svo svarað það. Ég vona að þú sért sammála. Og síðan, en ekki síst, það Geosilika sem nýjasti samstarfsaðili hlaðvarpsins og ég hveti ykkur til þess að kíkja á geosilika.is og þið getið nefnilega fengið 15% afslátt af öllum vörunum þeirra með kóðanum heilsuerla með stóru hái. Þannig að kíkið þið endilega á geosilika.is, spiran.is, heilsuhillan á Instagram og virkja.is. Og þau eru líka öll á Instagram sem ég hveti ykkur til þess að kíkja á. En þá ætlum við bara að vinda okkur í þátt vikunar eða þætti vikunar. Þeir eru 3 styttri heilsumólar aðeins öðruvísi fyrirkomulag. Gjörið svo vel. Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í þennan heilsumóla í hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Þetta 3. þátturinn af 3 hjá okkur Ólafi. Við gefum út 3 heilsumóla og í þessum ætlum við að ræða það sem mér finnst mjög áhugavert. Það að missa heilsuna í kjölfar áfalla. Þannig að við byrjum bara, Ólafur, kannski hvernig hafa áföll áhrif á líkamlega og andlega heilsu? Hvað það sem að gerast? Það rétt hjá þér að segja að það hafi áhrif bæði á líkamlega og andlega heilsu. Það gerir það og áföll geta haft mjög mikil áhrif á heilsu og þetta hefur verið mikið til umfjöllunar í sambandi við gömul áföll líka. Hvað hefur gerst í benskunni. Tala að þau sitja í taugakerfinu. Já, og það gerir það svo sannarlega og það þannig að í greiningakerfunum okkar þá köllum við þetta áfallastreitu og það þá í raun og veru kvíða og þunglindis vanlíðan með svefntruflunum og oft breyttri hegðun, forðun og viðkvæmni fyrir svona vanlíðuna vökum eða triggerum eins og fólk kallar. Þannig að þetta eru svona einkennin og svo endur upplifanir af áfallinu. Akkurat. Og orsakavaldurinn getur verið álagt til lengri tíma eða einstök áföll eða einhvers konar vanræksla til dæmis í bensku og við erum svona í rannsóknunum að fá upplýsingar það að þetta sé djúpstæð truflun og þess vegna hefur greiningakerfunum verið breytt og bætt við nýrri greiningu sem að heitir þá djúpstæð áfallastreita sem að myndi þá heita á enskunni complex PTSD sem skammstöðun fyrir post-traumatic stress disorder. Þetta þekkir fólk orðið, þetta búið að fjalla það mikið þetta
Og hvernig það ástand? Jú, þá maður bara alvarlega veikur og oft með truflaða getu, hvort sem það vinnugeta eða samskipti. Og það að mæla breytingar inn í heilanum, efnabreytingar, jafnvel breytingar á svona vefja samsetningu heilans sem að mörguleyti með vissi ónákvæmni hægt að segja líkist öldrun en kemur miklu hraðar. Vá, áhugavert. Það mjög áhugavert. Og það útskýrir þessar vefrænu breytingar og þessar efnafræðilegu breytingar útskýra af hverju fólk af svona lengjan á sér. Og það dugir ekki að nota íslensku aðferðin að segja rífðu þau upp úr þessu. Nei, einmitt. Akkurat. Sko ég hef nú alveg reynt að vera mjög persónuleg í þessu hlaðvarpi og deila minni reynslu. Og ég fekk sjálf greiningu áfallastreitu fyrir nokkrum árum og ég skildi það ekki þegar ég fekk greininguna. Ég hugsa bara, ég tengdi ekkit við þetta. Svo svona kannski, örugglega ári síðar þá fór ég átt að má hvað þetta þýddi að því að þá komu atvik þar sem að líkaminn minn bara tók yfir. Ég get ekki lýst í öðruvísinni, ég sá einhvern sem líktist, sem sagt ég lendi í einelti og ég sá í einstakling sem leit út eins og ég bara fraus og líkaminn bara tók yfir og þetta svo ótrúlega skrítið og bara brast í grát á staðnum og svo bara alveg fljóta að jafna mig, en þetta bara svo merkilegt svona löngu seinna að þetta bara, ég meina, þetta ekki svolítið þetta við erum að upplifa eins og sé eitthvað ljóna eld okkur og líka minn bara fer í eitthvað fight or flight eða frís það eru sjálfsver einhvers konar varna viðbröðin verða of sterk og maður festist í þeim og maður getur farið í þau af litlu tilefni sem getur verið óþægilegt og þetta er svo merkilegt maður hugsaður hvernig íslenskan stundum að það talað að missa heilsuna það gríðarlega þyngdi að segja þetta. Akkurat. Þetta bara næsti bara við að deyja hann misti heilsuna eins og þess ekki hægt að öðlast hann aftur ef maður veikist þá nú oftast hægt að hjálpa fólki bæði andlega og líkamlega og maður bara býst oftast við að fólk nái ágætisbata en það ekki alltaf. Þá situr maður eftir með einhvers konar föllun eða alvarlegan sjúkdóm sem ekki hverfur þá hefur maður mist heilsuna og ég held að fólk meini oft að segja þetta, ég misti heilsuna ég misti getuna líka til þess að ganga fjöll ef ég gerði það eða hitta fólk ef ég orðin fælin og kvíðin þannig að það svona umtalsverð breyting á lífsgæðum þá hefur maður mist heilsuna. Akkurat. En hægt að ná alveg fullum bata? Að þú sagði að það veri breytingar í heilanum? Ef við erum að tala alvarlega áfallastreitu alvarlegustu formin að þá þetta meira en að maður sé rispaður, maður bygglaður það orðin breyting á heilanum maður þarf að horfa á það svipað eins og að þú hefur fengið alvarlegan vöðvarsjúkdóm eða hafi slasast á handlegg það þarf að þjálfa þetta upp aftur ör eða svona, eða bygglur einhvers konar ör og það samhæming farin og styrkur farin þá ég að tala alveg eins andlega eins og líkamlega og aðferðafræðin þarna svo sama eins og við líkamlega veikind við köllum það geðræna endurhæfingu að þjálfa aftur samskipti, andlegan styrk og viðbröð við einhvers konar andleri valjan og að vinna upp öryggiskend aftur. Hvernig það gert? Þetta gert í viðtölum og þjálfun og fræðslu og endurtekningu og stundum með því að fara með fólk á staðinn og svo það sem við kallum úrvinnslu sem það sem gerist svona meira djúpstætt í viðtölunum að með ræða það sem urðu fyrir og létta á sig með það og reyna að sjá það í nýju ljósi, vinna með það og ná þannig einhvern megin utanum þennan atburð og gera sér betur grein fyrir þeim skaða sem hann hefur gert til þess að geta þá áfram lifað og liðið vel. Nei, ástæðan fyrir ég var að deila þessu var nú einfaldlega bara til þess að
já, nú veit ég ekki svo vel að segja. Nei, en með ykkur konurnar bara að þið, nú tek ég að þeir orðið, sko, Já. með ykkur konurnar að þið hafið, og við öruglega líka kallanir, en þú veist, þegar maður verður fyrir ofbeldisbroti, þessum alvarlegu ofbeldisbrotum, þar sem að stundum er einhver sem maður hefur treyst sem er gerandinn, að þá er þráttur alla fræðslun einhvern veginn stutt í það að við kennum okkur sjálf hvað hefur gerst. Og þetta eru svona hluti sem að eru oft talsveit mikið langt frá raunveruleikanum og er mikilvægt að leiðrétta í umfjöllun og umræðinni og meðferðinni. Já, einmitt. Þetta er svona kannski líka svona meðvirknifræði. Þetta er það og þarna er gott að það hefur myndast alls konar sérhæfing í þeim hópum sem eru faghópum sem eru að taka við fólki sem hefur lent í alvarlegum áföllum. Akkurat. En talandi meðvirknifræðin, þá er stundum tala sko að áföll erfist. Já. Hvað segir þú þá kenningu? Við höfum oft haft þessa tilfinningu að þetta geti svona einhvern veginn legið í ættum og það eru ný fræði í erfðafræðinni sem eru kölluð utan hérna, það kallað á ensku epigenetik, utan gena erfðir held ég að sé kallað á íslensku og það snýst það hvernig hegðunarmunstur og jafnvel hugsun geti erfst á milli kynslóða. Og þeir sem eru svona að vinna djúpstætt í þessu segja að það geti að verið að tilfinningar erfist sem er svolítið svona, já, nýtt að einhvern veginn að melta. Já. Þessar rannsóknir eru á dýrum, þannig að þær eru ekki komnar langt. En það er mjög áhugavert að hægt að sjá til dæmis í músum að það er erfa ákveðin flóttaviðbrögð og lærdóm á milli kynslaða. Og hluta því er óttaviðbrögð. Akkurat. Þannig að við áfall þá verður eins og þú segir einhver begla á heilanum eða ef svo má komast að orði og við svona upplifum að við okkur líður náttúrulega illa andlega þannig við missum andlega heilsuna. En af hverju hefur þetta svona mikið áhrif á líkamlega heilsu? Maður hefur heyrt að það sé mjög algengt að fólk fái vefjagigt og alls konar í kjölfarið. Jú, ég séu tvær megin leiðir. Önnur leiðin er náttúrulega svo að maður breyti lífstílnum. Maður kannski fer að borða óholt og maður gleymir að hvíla sig og dettur úr sínum góðu venjum meðan maður ná sér upp á áfallinu. En það er líka því að heilin miðtaugakerfi er stjórnstöðin og þegar hún er ekki alveg í lagi þá breytast efnaskipti og taugastarfsemi út í líkamannum. Sem er haldið að skipti líka máli að til dæmis hjartslætti er stýrt og öndun frá djúpheilanum og efst í heilastofninum og þar sitja mjög þétt líka stöðvar sem að stýra geðslægi og kvíða og þessu spennustigi eins og þú varst að tala áðan í flóttaviðbröðunum. Þannig að þetta er svona hluti af því sem er stundum kallað skriðdýra heilin í okkur, innum forna heila, það sem var svona frumsta viðbröð. Þannig að þó þú sett jafnvel búin að gleyma áfallinu þá það lítið til að setja því í stellingar eins og þú sért bara það bil að vera étin af ljóni og þér líður þannig. Akkurat. Þetta er bara svo áhugavert að hafa upplifað þetta á einn skinni. Já, og þetta er ósjálfrátt, þú getur ekki stýrt í. Nei, einmitt. Og ég man að í fyrir upptökunni sem klikkaði þá rættum við aðeins EMDR meðferð sem er svona frekar nýtt, er það ekki? Jú. Og það er svona hliðarhreyfing augna, en af hverju virkar þetta? Hvað er að gerast í heilanum? Eitt af því sem er gott við þessa meðferð er að hún er svolítið tæknileg. Þannig að það er hægt að vinna til dæmis með áföll og úrvinnslu hjá fólki sem ákveður mjög auðvelt með að tjá sig það sem gerðist. Síðan er verið að vinna út frá þekkingu á heilanum, hvernig hægra og vinstra heilahvel eru ólík og hvernig við vinna saman og það er einhver svona tenging sem er við þá svona hreyfingar eins og til dæmis augnhreyfingarnar og reynda fleira sem mann hefur þá vissan aðgang að starfsemi heilans. Þetta er að sömuleyti ekki alveg ólíkt dáleiðslu. Okay. Þannig að það er svona verið að vinna með heilarinn að ná svona ákveðni stýring á honum og svona hvað segir maður eins og felst í orðinu, þetta heitir eye moment desensitization and reprocessing. Þannig að maður er að reyna að gera heilan minna
næman fyrir áreitinu eða kveikjónum og endurforritan. Og ég ætla nú að þóra að spá því hjá þér núna, því að nú erum við öll að prófa gervigreindina, að þarna muni koma mikli meðferða möguleikar í framtíðinni með notkun gervigreindarinnar. Þannig að ég ætla ekki að segja að við okkur stungi í samband einhvers þar, en þarna mun eitthvað spennandi gerast. Áhugavert. En að því hún nefndi dáleiðslu, það eitthvað tengt? Þú sagði við líkt dáleiðslu, dáleiðsla, getur hún virkað sem í kjölfarafalla eða eitthvað tengt? Dáleiðsla var náttúrulega mjög mikið notuður áður sko án að lyfin komu og líka áður en að þessar nútíma samtalsmeðferðir komu, eins og til dæmis hugræn atferlismeðferð. Dáleiðslan hefur kannski ekki verið rannsökuð mjög mikið með nútíma aðferðum. Hún samt mjög góð slökunarleið. En hún ekki eins öflug úrvinnsluleið með marga hluti eins og við höfum kannski vilja. Það til dæmis að nota dáleiðslu til að hætta reykja eða draga úr áfengisneyslu sem var nú svona dálítið notað árum áður. Það ekki nægilega öflugt, það ekki nægilega góður árangur af því. Og þetta svona eins og með annað, það svona tíska. Nú tiltölu auðvelt að komast í dáleiðslu á Íslandi, en fyrir svona 10 árum síðan þá var bara býsna flókið og aftur fyrir 20 árum síðan þá var það aðgengilegra. Þannig að svona heilt yfir ákveðin viðbót af dáleiðslunni en hún kannski ekki eins öflugt meðferðartæki sem maður vilja. Eru sumir viðkvæmari fyrir en aðrir? Myndirðu halda að því við bregðumst það ekki eins við áföllum. Já. Getur verið bara eitthvað... Já, við þolum mismikið. En þegar kemur að svona einhverjum stórkostlega alvarlegum áföllum þá náttúrulega þá erum við öll svipuð í þolin, en við erum kannski með ólík viðbrögð. Einn getur verið opinn og talað hlutina og þá líklegri til að fá stuðning. Annar getur verið lokaður og lagst í drykkju, nú ég í dramanu, og hann í meiri vanda. Þannig að... Það skiptir að máli hvernig áfall hvernig... Já, alvarlegustu áföllin eru þau sem að koma úr þeirri átt sem þú treystir. En að því við vorum að tala forvarnir aðeins í síðasta þætti, eru til einhverja forvarnir gegn áföllum? Getur maður undirbúið sig einhvern veginn? Já. Til að taka, hvernig við segja það, til þess að... Já, maður getur undirbúið sig og hert sig gagvart ef við tölum álag. Ef maður að vinna í álagsvinnu eða ef þú ætlar að fara í geimferð eða eitthvað svoleiðis að það þjálfa sig inn í álags aðstæður. Það líka hægt að þjálfa upp að vissu leyti viðbrögð við ofbeldi eins og gert bara með hermenn og öryggisverði. En fyrir okkur venjulega fólki þá þetta einhvers konar sambland af gætni og skynsemi. En ég held að maður geti ekki heldur farið inn í það hornið að maður upplifir sig alltaf annarkvort ykt óöruggan og finnist hefur allur vera mót sér eða ég meina, já, þannig séð óöruggan og finnast allir vilja manni illt eða að upplifa sig á einhvern hátt óeðlega öruggan, þannig að maður sé ósnertanlegur. Þetta það er ykt, við þurfum að nota einhvern veginn skynsemina og ég ekki viss að sé til einn góð forvörn gegn ofbeldi ef maður að tala sjálft ofbeldi, skilur. Ég meira að tala út frá aðstæðunum sem maður kemur sér í. Já, ég var líka að hugsa forvörn kannski bara hvort að einhvern veginn getur maður verið betur í stakk búin til þess að takast á við áfall, af því að þú veist aldrei hvort þú munir verða fyrir áfall eða ekki. Þannig að þetta erfitt að undirbúa sig. Já, en það sem ég dettur í hug að maður hafi
öryggi í því sem maður er og það sem maður hefur og maður hafi kringum sig gott stuðningsbakland í fjölskyldu og vinum sem svo dýrmætt þegar maður verður fyrir áfellinu. Og það áfalli sjálfur sér að missa heilsuna sama hver orsökin er. Algjörlega. Nú erum við svolítið að tala heilsuna og álag og áföll og árásir svona einhvern veginn í bland. Eitt áfalli viðbót er afskiptaleysi eins og þá ég hugsa börnin. Það ekki bein árás. Svona vanræksla. Þau eru vanrækt og afskipt. Það á sinnhátt líka. Algjörlega. Og áfall. Og þá komum við aftur þess að þú byrjaðir að tala að þetta oft eldgömul áfall. Já. Þannig að ef einhver sem að hlusta veit bara að það eitthvað sem sagt, áfall sem hann að burðast með. Já. Hvað að fyrsta sem viðkomandi ætti að gera ef hann finnur þetta fara af áhrif á heilsunans? Ég held að fyrir flesta væri gott að geta rætta við einhvern. Sumir finnst bara best að ræða fyrst við sinn nánasta. En svo finnst fólki það ekki alltaf endilega best. Þá fer maður og hittir sálfræðing eða geðlækni. Og það svona oft talað að maður geta vorið fyrir svo slæma áfall að maður muni ekki eftir því. Það auðvitað til. En það samt frekar sjaldgæft að maður muni ekki neitt. Maður hefur einhverja hugmyndafræði það. Annað sem að ég hef lært af starfinu að ég fæ oft spurninguna ég of seinn að koma að tala áfallið? Og ég held að svari við því sem nei. Aldrei of seint. Það aldrei of seint og það gagnlegt að tala það og það kemur fólki ofta óvart hvað það þarf í raun og veru einfalt verkefni til þess að vinna úr því. Það dugir oft kannski bara 2-4 viðtöl. En þetta kom á seint. Ég hef svona huganum kenningu sem ég hef bara smíðað með mér að kannski sé þetta þrátt fyrir allt þannig að við förum ekki að fá mikla löngun til þess að ræða og vinna á áföllunum fyrir við höfum burði til þess eða aðstöðu til þess. Vegna ef ég verð fyrir mjög alvarlegri árás, 6 ára gamall, ég hef enga burði til þess að tala það 9 ára gamall. Ég hef kannski ekki burði til þess að fara ofan í það alveg fyrir 9 ára orðin miðaldra og lífsreyndur maður. Og þá getur það verið mjög gagnlegt að gera það. Já. Af því að hvað gerist ef við vinnum ekki úr áfall? Já, þá sest það svona líka mann svo þú varst að tala áður. Það það sem gerist. Eða að manni líður illa andlega. Kennir sjálfum sérum. Gengur með vanmáttakennd eða óöryggi eða reiði. Akkurat. En kannski svona til þess að taka saman allt sem við erum búin að ræðum hérna í dag. Við erum búin að fara náttúrulega víða um öll, 3 þættir. Hver þinn draumur fyrir framtíð bara geðheilbrigðismála á Íslandi? Já, það stórt spurt. Við erum á góðri leið með að byggja upp gott geðheilbrigðiskerfi og það í ágætis samvinnu við sérstaklega heilsugæsluna. Það mætti verða í meiri samvinnu, mætti vera meiri samvinna milli félagskerfisins og heilbrigðiskerfisins og við erum mjög meðvituð það og erum að reyna að gera það svo vel og við getum. En ég hefði viljað sjá meiri forvarnir, meiri fræðslu, láta þetta einhvern veginn svona umræðin svo við erum í dag, koma meiri inn í skólakerfið en meira, hún þegar komið ángað. Og ég hefði gjarna vilja að við takjum fleiri framfaraskref í að auka atvinnu þáttöku þeirra sem eru með truflun og getu, að það getur fengið meira tækifæris að stunda nám og fleiri tækifæris að stunda vinnu þó að þeir hafi kannski ekki eins mikið afl og hinir. Og þetta eru svona mínir draumar. Já. En eins og tengt sko að því að við erum kannski ekki búin að fara mikið inn á félagslegu heilsuna, kannski eitthvað pínu, en við erum búin að tala andlega og líkamlega, en félagslega heilsan skiptir náttúrulega svo ótrúlega miklu máli. Ef einhver einangrast, þá eru svo mikla líkur á andlega heilsan
fari. Þannig að félagslega heilsan hefur bein áhrif á. Já, Sérðu þetta tengist svo mikið og þú hefur verið duglega að nota þessa skiptingu líkamleg heilsa, andleg heilsa og félagsleg heilsa og í raun held ég að við séum búin að vera að tala um félagslega heilsu í allan dag. Já, kannski. Þannig, en þetta svo mikilvægt og að sjá þetta, brjóta þetta svona upp til þess að átt að sjá því, þetta þetta einhvern veginn allt samhangandi líka, en þá maður strax komin inn í þessa umræðu, við viljum efla íþróttir enn frekar, við viljum efla menningarlíf enn frekar, við viljum standa vörðum tónlistakennslu í landinu, þetta allt saman hlutir, ekki talið upp svo margt fleira, en þetta svona það sem að snýra þessu samfélagsþáttum og þeim forvörnum sem tilheyra þeim. Þetta má bjóða þér að segja eitthvað að lokum. Eitthvað sem ég að gleyma að spyrja og það má tengjast öllu sem við erum búin að ræða í dag, ekki bara áföllunum, sko. Já, það sem að ég upplifi, það áhugi fólks á svona umræðu og fræðslu eins og þú ert með í dag. Og ég held að sé mjög mikilvægt að hver og einn skoða vel hvernig hann nýtir heilsuna. Við þurfum að passa okkur í heilbrigðiskerfinu að sjúkdómsker ekki og mikið, af því að við erum í því að greina og til þess að koma meðferðunum og við erum nú að passa okkur á því eins og við mögulega getum að fara ekki á langt þar. En ég held að það sé svo mikilvægt að hver og einn hugsi fyrir sig, meti hvað hann geti gert sjálfur og ef við tölum aðeins streituna í lokina því að hún það sem við erum flestast glíma við að hugsa þetta einfalt. Fyrsti þátturinn að átta sig á því hverjir álagsþættirnir eru. Þeir geta verið í starfinu, þeir geta falist í samskiptunum við makan heima, þau geta falist í unglínur sem í forstofuherberginu og lítur ekki upp á tölvunni. Það þarf að vinna með þetta og maður átt að sjá því hvernig maður getur gert það betur. Þáttur 2 að nýta freysluna til að hugsa og fá innsæi hvernig bregst ég við, í hvað gír fer ég, svolítið sjálfvirkt. Er það besti gýrin sem ég á, gæti ég verið með einhverja fleiri og það þá þriðji punkturinn að finna hvernig gæti ég brugðist betur við álæginu eða áfallinu eða unni betur á forvörnunum. Ef ég segi þetta aftur, númer 1, finna álagsþættina, númer 2, taka eftir í hvernig maður bregst við þeim og númer 3, móta viðbröðin þannig að maður sé með betra, flottara, öflugra, áhrifaríkara viðbröð. Þá maður komin í mikla forvarnavinnu. Þetta ásannlegt. Og ég hef upplifað núna í þeirri sjálfsvinnu sem ég er búin að vera á síðustu árum og ég er komin með orð á það að ég finn bara að maður þarf að gefa sér tíma og rými til þess að hægja á huganum. Að því að margir eru með rosalega marga bolt á lofti, sumir höndla það bara vel og ekkert upplifað neina streitu. En ef streitan innra með okkur, að því til innri streita og ytri streita, þá verðum við að gefa okkur tíma og rými til að hægja okkur og hægja huganum, að því að það verður aldrei innri vöxtur eða neina breytingar og þá getur maður ekki tekist á við streitu. Ef maður er ekki í þessu, hvað kallar það, jafnvægi kannski? Já, það er bara mjög gott orð. Og hægt að nota þetta yfir allt sem við erum búin að tala um í dag, hvort sem einhver efnaskipti eða bara líka minn og bara mjög, það er eftirsóknarvert að ná góð jafnvægi. Og það þá líka orðið yfir orkuna sem við eigum fyrir daginn og hvernig við ætlum að nýta hana. Einmitt. Akkurat. Því við erum í lífið í lúkunum. Já, svo sannarlega. Alveg ásannlegt. En bara takk, elsku Ólafur, fyrir að koma hérna inn úr dásamlega fallega góða veðrinu, íslenska sumarið að koma og og gefa þið tíma aftur, að eins og ég sagði í fyrsta þættinum þá klikkaði upptökan í síðustu viku og við þurftum að hittast aftur, þannig að ég er svo óendanlega þakklátt fyrir að hafi nefnt þessu. Já, þetta er bara mitt hlutverk og mér þykir vænt að fá að koma til þín og ég vona þessi gagnlegt og ég myndi vilja beina orðunum til hlustenda hvatningu að hugsa þetta. Það er ágæðir rannsókn sem sýna að bara ef maður ákveður að hugsa geðheilsuna, bara svo hugsun, þó maður veit ekkert hvernig maður ætlar að gera það,
það er strax farið að hafa árangur. Þannig að ég segi bara gangi ykkur vel. Dásamlega lokar. Bara takk, elsku Ólafur. Að lokum langar mig bara að minna á Instagramið, Heilsu Erla, og Facebook-hópinn sem heitir Með lífið í lúkunum hlaðvarp. En þar setjum við stundum inn eitthvað svona bak við tjöldin, setjum við jafnvel inn spurningar og þar má setja inn hugmyndir ef þeir eru með hugmyndir af viðmælendum. Og svo að sjálfsögðu langar mig líka að hvetja alla til þess að gefa hlaðvarpinu 5 stjörnur á Spotify eða Apple og það hjálpa mér alveg rosalega að fá fleiri digga hlustendur eins og ykkur og koma þessu frábæra efni á fleiri staði af því að þetta er svo mikilvægur upplýsingar sem að fólki sem kemur til mín er að segja okkur frá að ég bara vona sem allra flestir fá að njóta. Og ég segi bara þangað til næst, hafið það alveg svakalega gott.